Ævar, tap kvöld fyrir Haugum í Smáranum í leik þar sem að þið eru baráttuglöðar í þessu leikir og spila án Bandaríkjamanns og svona, við lítum að taka eitthvað jákvæmt út úr þessu leik. Já, seinni hálfleik sérstaklega. Já, sko, varnarleikurinn svona mestan hluta fyrri hálfleiks mjög góður. Við gáum eftir þarna undir körfinni einhver 8 stig í öðrum leikluta í lok og sem við gleymum okkur bara og þær fara inn með þarna smá forskot inn í hálfleik sem að við vorum að gefa frá okkur því með þess vörðin standa vel, við vorum að láta réttu stelpur skjóta og á þeim stöðum sem við vildum að vera að skjóta en svo gleymum við okkur aðeins og fáum á okkur svona layup bara á móti vörðinni sem að voru mistök en seinni hálfleik allt annað hjá okkur og við sóttum betur á körfuna, fundum meira í Isabellu, við vorum dálítið ragar að gefa á henni fyrir hálfleik og Isabella líka fór að sækja og við sóttum á körfuna miklu betur og fengum körfuna, skorum 40 stig í seinni hálfleik með 22 í fyrri og það sjá það allir að það erfitt að vera án Kana og skora 22 stig í einum hálfleik en við áttum alla möguleika á að vinna fengum á okkur villu sem var alveg rétt dæmt og 3 stiga sem kostaði ekki leikinn en svona heilt yfir og það fannst mér við verðum að leggja okkur fram ég fekk gott framlag á bekknum og ég er mjög ánægður með það og það er ágætt hjá okkur að geta verið í leik og næstu unnið án svona okkar helsta skorara og svo sem að búa mikið til fyrir okkur og þannig að svona 70% kannski að leiknum ég mjög ánægður með það sem við vorum að gera en eins og ég segi þá okkur vantaði aðeins sóknarhlutann í fyrri hálfleik til þess að klára þetta. Maður sá það á köflum í leiknum voru þið sóknarlega svona svolítið, eins og segið, þið voru að spila án leikmannsins sem býr mest til sko. Hvað er langt í að hún kom aftur inn í liðið? Hún sneri sig bara fljótlega eftir leikjatörnina sem var á æfingu og hún er búin að vera frá núna í held ég 11 daga. Já. Þannig að hún er ennþá mjög slæm og við þurfum að láta kíkja á morgun hvort þetta sé eitthvað meira heldur en tóknin og hvort þetta sé beinmar eða eitthvað annað. Já. Og svo verðum við bara að taka ákvörðun í framhaldinu af því en vonandi að hún verði orðið klár, við spilum ekki helgina. Þannig sem betur fer kannski núna þá var þessi leik samþykkti við þess að frestunum út í Keflavík og það kemur sér vel núna fyrir okkur og ég vona eiginlega að hún verði komin í lag fyrir næsta miðvikudag og að því hún er búin að vera í stöðri framför hjá okkur líka og er að spila vel og okkur sarfanta hana í dag. Já. Eins og segir það er ekki langt þangað til að bara leikmannaglugginn lokar heldur á Íslandi. Þannig að eru þið eitthvað að spá í að bæta þá við að breyta? Nei, við höfum ekkert verið að pæla í því en ef að hún er eitthvað alvarlega meidd og við sjáum hún verið frá í einhverju vikur í viðbót þá þurfum við augsýnilega að skoða það og við munum örugglega að taka þá ákvörðun ef svo er en við vonum náttúrulega bara að hún verði klár með okkur en þetta þarf að gerast snöggt og þannig að við þurfum örugglega að láta skoða það bara morgun og taka svo bara ákvörðun í framhaldinu og því hún er ennþá mjög slæm eftir hálfa mánuð og þannig að við veitum ekki alveg hvað er í gangi. Næsti leikur á móti KR sem er sýndveiðin ekki gefin, myndi maður halda, í þessu hlutu, það eru ágætis lið. Hvað þarfst að gera til að ná í 2 stig þar? Já, við spilum sem við gerum í seinni hálfleik. Sóknarlega að vera ákveðnar, leggja okkur fram, þá getum við alveg unnið og við getum unnið öll liðin eins og við vorum að gera núna og við erum búin að sýna það í mörgum leikjum. Við hefum kannski ekki náð að klára, við töpum móti Fjölni á síðasta skoti, við vorum yfir á móti Val alla leikinn en náðum ekki að halda út og það eru fleiri leikir svona, við höfum alveg séns á að vinna þennan leik líka. En okkur vantaði, eins og ég segi, aðeins meiri gæði sóknarlega. En við þurfum náttúrulega bara að fara að klára leiki og við höfum ekki mikil séns ef við ætlum að gera einhverja atriði á úrslitakeppni. Þá var þessi leikur mjög mikið, við vissu það og þegar við vissum að hún er úr leik og þá er þetta mjög erfitt og þannig að þetta er leikur sem hefði þurft að vinna. En það er samt að taka margt jákvætt og við verðum bara að byggja á því og fara að vinna leiki, það er aðalmálið í þessu. Frábært, takk.